Já, komið all blessuð og sæl og verið velkomin í guðsþjónustu hér í Lindakirkju á þessu sunnudegi, síðasti sunnudagur maímánaðar. Það bara bongo blíða og sól úti og sumarið bullandi stemmingu. Ja, við höfum það allavega þannig í hjörtum okkar.
Kór Lindakirkju mun leiða tónlistina í kvöld eins og því gera alltaf að mikilli snilld. Óskar Einarsson leiðir kórinn og Palli leiðir Óskar. Það ekki þannig? En sjálfur ég Danni. Og ég hvet ykkur til að taka undir í svörum og söng. Og svo minni ég auðvitað á að öllum messunum okkar streymt í beinni á Facebook-síðu Lindakirkju og heimasíðunni. Og það líka alltaf hægt að fara og horfa aftur á messunar. Nú í dag alþjóðlegi bænadagurinn, svo við munum taka bænina svolítið fyrir, bæði í tali og söng, fallegir bænasálmar sem við syngjum, predikunum fjallar bænina og vers vikunar fjallar bænina. Það úr sálmi 66 og þar stendur: Jesús sagði, lofaður sé Guð, hvorki vísaði bæn minni á bug, né tók frá mér miskunn sína. Amen. Við skulum helga okkur Guði með signingu og upphafsbæn. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyrð þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Nú með þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur fyrir dýrðarsönginn. Dýr sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun yfir
Ritningalestrar dagsins fjalla að Guð heyrir ávallt bænir okkar. Og fyrir ritningalesturinn úr bók Jeremía. Því að ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Þegar þér ákallið mig og komið og biðjið til mín, mun ég bænheyra yður. Ef þér leitið mín, munu þér finna mig. Þegar þér leitið mín af öllu hjarta, læt ég yður finna mig, segir Drottinn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Seinni ritningalesturinn úr fyrra bréfi Tímóteusar. Fyrst af öllu hvet ég til að biðja og ákalla Guð og bera fram fyrirbænir og þakkir fyrir alla menn. Biðjið fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir, til þess að við fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í Guðs ótta og siðprýði. Þetta gott og þóknanlegt Guði, frelsara vorum, sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Einn Guð, einn og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sjálfan sig til lausnargjalds fyrir alla. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Fyrir
Nú með þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur við heyrum heilagt Guðspjall sem ritað af Guðspjallamanninum Jóhannes. Jesús sagði: Sannlega, sannlega segi ég yður, hvað sem þér biðjið föðurinn í mínu nafni mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Biðjið og þér munuð öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkominn. Þetta hef ég sagt yður í líkingum. Sú stund kemur að ég tala ekki framar við yður í líkingum, heldur mun ég berum orðum segja yður frá föðurnum. Á þeim degi munu þér biðja í mínu nafni. Ég segi yður ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður, því sjálfur elskar faðirinn yður, þar þér hafið elskað mig, og trúað að ég sé frá Guði komin. Ég komin í heiminn frá föðurnum. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Lærisveinar hans sögðu: Nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við að þú veist allt og þarft eigi að nokkur spyrji þig. Þess vegna trúum við að þú sért frá Guði komin. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Við skulum játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Þegar Danni sagði mér þema eða alþjóðlega bænadagurinn og hann ætlaði að tala bænin, þá eitt lag kom upp í huga minn strax sem bæn Jabesar sem við höfum stundu flutt hér í Krónikubók 4. kapla 9. og 10. vers. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var orðrétt á íslensku, þannig ég ætla ekki að reyna. En þetta bæna sálmur og Katrín syngur einsöng í því og eftir, og við ætlum að taka þetta líka á tónleikunum okkar hérna á 50. sem ég segi betur frá eftir, og þá verðum við með stóra hljónsveit eða stærri en við Palli og syngjum það. Nú ætlum við að syngja þetta fyrir ykkur. Bless Me heitir þetta. Þetta Andrew Crouch.
þessa fallegu bæn. Já, náð sé með yður og friður. Bænadagurinn, og ég var mikið að hugsa bænina, nú eins og ég geri svolítið oft. Og það gömul og stutt saga bænina sem ég hef svolítið gaman af. Sagan segir frá þorpsbúum sem var búin að lifa við þurrk í alveg heil langan tíma. Og loksins þolduðu ekki meir. Svo það var ákveðið á þorpsfundi að daginn eftir þá myndu allir þorpsbúarnir koma saman á torginu og biðja fyrir regni. Og fólkinu fannst þetta snilldarhugmynd. Og það var svo spennt og tilbúið í þetta. Og daginn eftir, þegar fólki kom allt saman niðri á torginu, það var aðeins einn ungur drengur sem hafði komið með regnhlíf. Þessi ungi drengur sýndi þarna trú. Hann trúði því svo innilega að bænin hans myndi rætast að hann gerði ráðstafanir. Jú, auðvitað ef við höfum upplifað þurrk í langan tíma þá værum við kannski ekkert að kvarta ef það myndi loksins byrja að rigna á okkur. En þessi saga fjallar svo fallega innilega trú og innilega bæn. Og biðjum við svona innilega. Bænin traust. Við leggjum okkur sjálf frammi fyrir Guði í bæninni og í bæninni þá getum við ekki falið hugsanir okkar eða tilfinningar. Og við þurfum þess heldur ekki. Við treystum Guði. Og þegar við treystum þá skulum við treysta fullkomlega. Þá felum við ekki hver við erum. Við þurfum ekki að skammast okkar. Við getum verið hreinskilin. Við getum tjáð tilfinningar okkar því að tilfinningar okkar eiga rétt á sér. Ef við erum reið, skulum við bara biðja reið. Skulum við bara biðja alveg brjáluð. Ég meina, þegar við horfum upp á fréttinar í dag, óréttlæti, stríð, morð, Guð skilur reiðina, alveg eins og Guð skilur allar tilfinningar. Við þurfum ekki að reyna að hlífa Guði. Það var einu sinni prestur sem að setja þetta upp í svolítið skemmtilegt myndmál fyrir mig þegar hann sagði Guð stór strákur, hann getur séð sig sjálfur. Guð veit og Guð skilur. Bænin svo mikilvægt verkfæri til þess að fá tengingu. Tengingu við okkur sjálf, tengingu við annað fólk og já, tengingu við Guð. Og það sem við segjum í bæninni þrungið merkingu. Bænin nefnilega ábyrgð. Þegar við biðjum leiðsögn, þá setjum við þá ábyrgð á okkur að hlusta eftir svari og fylgja þeirri leiðsögn sem við fáum. Þegar við biðjum fyrir ástvinum, ókunnugum, sjúkum, hrjáðum, óvinveittum, öldruðum, ungum, valdhöfum, fátækum, syrgjendum, sorgmættum, þegar við biðjum fyrir fólki, þá tökum við á okkur ábyrgð. Við játum fyrir Guði að við sjáum þetta fólk. Við viðurkennum þarfir þeirra. Þegar við biðjum fyrir því, þá erum við ekki að fría okkur undan ábyrgð. Við erum ekki að haka við einhvern lista, nú erum við búin að hugsa þessa mannesku, að því ég bað fyrir henni. Við tökum við þeirri ábyrgð að verða bænasvar. Að verða hendur Guðs hér á jörðu. Að veita þurfandi hjálparhönd og þannig verðum við ábyrg gagnvart náunganum. En með bæninni þá erum við líka ábyrg gagnvart okkur sjálfum. Bænin kallar okkur til þess að horfa innan við og hugsa okkur sjálf. Og það getur bara verið svolítið erfitt. Sérstaklega ef að sjálfsmyndin ekki upp á hið besta. Sjálfsmyndin hefur áhrif á hvernig við sjáum okkur sjálf. Já, hvað sér þú þegar þú horfir í spegilinn? Virðist kannski vera svolítið augljóst, við sjáum okkur sjálf, spegillinn orðum samkvæmt endurspeglar því sem fyrir framan hann. Þá orði ég þetta kannski aðeins öðruvísi. Hvað það fyrsta sem þú tekur eftir þegar þú horfir í spegilinn? Eru það gallarnir sem að þú telur þig hafa? Hárið ógreitt, kraginn vitlaus,
Það er að koma bóla á nefið, en þú mátt ekki á miklar áhyggjur, þá getur komin í hrukka. Eru þið kannski eins og ég? Það er nefnilega að í langflest skiptin þegar ég lít í spegilinn, þá er ég að athuga hvað er að, hvað ég þurfa að laga. Og ég horfi stundum óþarflega mikið á mína eigin galla. Við eigum til með að kenna okkur sjálfum jafnvel það sem við höfum enga stjórn á. Að við séum ekki nógu góð, að við skiptum ekki máli og það getur jafnvel farið í það að við segjum okkur að enginn muni sakna okkar ef við værum ekki til staðar. Og ef að þið hugsið þannig núna, þá vil ég fullyrða að það er rangt. Ykkur væri saknað, meira en þið getið ímyndað ykkur. Það sem við þurfum svo lífsnauðsynlega er andi samúðar. Og ekki bara gagnvart náunganum, heldur líka gagnvart okkur sjálfum. Við lærum unga, við eigum ekki að tala illa aðra, að gagnrýni á að vera hjálpleg, þetta á að rýna til gagns, en baktal og móðganir eru engum til góðs. Í leikskólanum hjá mér þá var áhersla á að við eigum að nota fallegu orðin, orð eins og hata, ljótur og leiðinlegur voru ekki við hæfi og auðvitað viljum ekki tala þannig náunga okkar. Við viljum koma fram við náunga okkar af virðingu. Og getum við komið fram við okkur sjálf af sömu virðingu. Hvers vegna upphefjum við alla galla sem við sjáum hjá okkur í speglinum? Galla sem við myndum 100% líta fram hjá öðrum. Er það því að við erum verri en aðrir? Nei, þú ert ekki verri en nokkur annar. Er það því að við skiptum ekki máli? Nei, þú ert óendanlega dýrmæt manneskja. Margar ástæður, einelti, hópþrýstingur, fyrri mistök, vangeta til að fyrirgefa sjálfum sér. Þetta allt getur haft neikvæð áhrif á það hvernig við horfum á okkur. Og svona niðurbrot getur rifið okkur niður á alveg hræðilegan stað, algjört vonleysi. Þá þarf að gera eitthvað. Við getum ekki setið aðgerðalaus og vonað að vandamálið muni hverfa sjálfu sér. Andlega heilsan okkar er svo miklu dýrmætari en það. Við megum ekki hugsa svona hana. Við megum ekki hugsa hana sem sjálfsagðan hlut. Andlega vanlíðan vindur nefnilega upp á sig. Við viljum oft forðast vandamálið, forða aðstæður sem að láta okkur líða illa. Auðvitað, það er bara mannlegt. Auðvitað viljum ekki fara í aðstæður þar sem við vitum að okkur muni líða illa. En við þurfum að horfast í augun við vandamálin og vinna úr þeim. Og það getur verið erfitt. Fyrir mörgum getur það verið það erfiðasta sem þau gera á lífsleiðinni. En, og þetta er stórt en, við þurfum ekki að gera það ein. Það er alltaf fólk þannig úti sem að vil hlusta og hjálpa. Það er alltaf hlustað á okkur af því að við höfum trú á Guð sem að hlustar á allar bænir. Orðið sjálfselska hefur neikvæða merkingu okkar samfélagi. Það er tengt við eiginhyggju, sjálfhverfu og eigingirni, en það er nauðsynlegt að við stuðlum að sjálfsást. Við þurfum að elska okkur. Og ég er ekki bara að grípa þetta eitthvað úr loftinu. Jesús segir þetta bókstaflega í Biblíunni, að við eigum að elska okkur sjálf. Það þarf auðvitað eitthvað að vera á tankinum okkar áður en við veitum öðrum kærleika. Þetta er bara eins og í fluginu. Við þurfum fyrst að setja súrefnisskríminn á okkur áður en við hjálpum öðrum. Já, hvað sér þú þegar þú horfir í spegilinn? Stundum þarf ég að vera duglegur að minna mig á það aftur og aftur að þegar ég horfi í spegilinn þá sé ég mannesku sem er elskuð af Guði, alveg eins og hún er. Og þegar þú horfir í spegilinn þá sér þú það sama. Þú mátt biðja fyrir þér, það er allt í lagi. Þú þarft ekki að hafa samviskubiti yfir því. Þú ert þess virði að biðja fyrir. Og þegar þú biður, sama hverju þú biður fyrir,
skaltu biðja jafn innilega og drengurinn með regnhlífina og treysta því að Guð hlustar á þig, Guð sem að skapaði þig í kærleika. Já, dýr sé Guði, Föður og Syni og Heilags Anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Já, þá ætlum við að fá næsta sálm. Mikið voru þetta falleg orð, Daniel, takk fyrir. Við erum búin að vera rosalega blessuð að hafa þig hérna með okkur í þessa mánuði sem við verið hérna, frábært. Þessi sálmur sem við ætlum að flytja næst á meðan kórinn kemur sér fyrir einn af mínum uppáhalds, hann er gamall, reyndar alveg frá 1830, en við ætlum að taka hann kannski ölliti counter í meira nútímalegri útgáfu. Og textin ætti að koma upp og endilega syngja nú með. Við erum ekki bara hérna að syngja fyrir ykkur, við ætlum að syngja með ykkur. Það er nú okkar hlutverk hér, það er að syngja og leiða ykkur í söng. Kemur svo í blúri bæn. Það er ekki strax. Fiskjum Bjargi Aldabjörn ekki. Sonur minn er hann uppi. Bjargi Aldaborgin mín. Og kannski kemur þá textin ekki upp ef við klikka eitthvað, þá er það bara að hafa það. Þá syngjum við fyrir ykkur. Í skjóli þín
Takk fyrir þennan fallega söng. Það er svo dásamlegt þegar að svona gamlir og góðir textar fá bara nýtt líf þegar maður heyrir þá svona. Takk kærlega fyrir. Þá er komið að bænastund hjá okkur og við höfum þann háttinn á hér að við eigum hvert okkar þöglastund með Guði. Á meðan syngur kórinn okkar bænasöng. Ég held að muni aldrei gíska á hvað bænasöngurinn okkar er í kvöld. Hérna fyrir aftan er svo bænaaltarið okkar. Þar getið þið kveikt á kerti fyrir bænarefni eða skrifa bænarefni á miða og sett í raufina. Hér á 50-dagsmorgnum kemur svo alltaf trúfastur hópur sem að biður fyrir öllum bænarefnum sem okkur berast. Kom alltaf á 50 klukkan 9 og þið eru auðvitað öll velkomin. Og fyrir þau sem eru að horfa eða ef ykkur liggur eitthvað á hjarta í vikunni er alltaf hægt að senda bænarefni á lindakirkja@lindakirkja.is. En þar sem það er bænadagurinn, þá ætlum við líka að hafa svolítið öðruvísi í dag. Eftir messuna þá verður boðið upp á friðarblessun hérna frammi í andri. Þá stend ég hér til hliðar og þeir sem að vilja geta komið til mín, þar mun ég gefa ykkur krossmark á enni ykkar með vatni sem að ég ætla að fá að blessa einmitt núna. Hversu dýrlegt er nafn þitt alla jörðina, eilífi Guð. Send anda þinn yfir þessa laug, svo sem í upphafi þú skapaðir ljósið og lífið með orði þínu og andi þinn sveif yfir vötnunum. Fyrir Jesú Krist sé þér, heilagi Faðir, í einingu heilags anda, heiður og dýrð aldir alda. Amen. Elsku Guð, þú sem gefur okkur allt hið góða, við biðjum þig, veittu okkur styrk anda þíns, svo að við megum hugsa það eitt sem er rétt
og veita okkur leiðsögn til að framkvæma það. Lifandi Guð, þú sem að veitir lífinu ljós, hjálpað okkur að sjá bænasvörin þín í lífi okkar og skilja að þú hlustar ávallt á okkur, að við erum ekki ein, að við erum aldrei ein, þú ert ávallt með okkur. Viltu hjálpa okkur að styrkjast í bæninni og finna traust í henni og öryggi. Við biðjum fyrir öllum þeim bænarefnum sem okkur hafa borist hér í Lindakirkju. Viltu vaka yfir þeim sem að þurfa á þér að halda, fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma og veikindi, fyrir þeim sem glíma við erfiðleika og ofbeldi, fyrir þeim sem upplifa fátækt og eru án heimilis, fyrir þeim sem þurfa á kærleiksríkri nærveru þinni að halda. Þú viltu veita frið, kærleika og umburðarlendi í heiminn. Og ég bið nú úr bænabók barnanna, fallega bæn sem að finna þar. Guð sem skapaðir heiminn, loftið, himinn, haf, ljós og líf og gleði, gættu mín. Guð sem skapaðir grasið, blóm og lauf og tré, daga og nætur, gættu mín. Guð sem skapaðir allt, á jörðu, himni, sjó og gefur tíma og tíðir, gættu mín. Elsku Guð, viltu hjálpa okkur að vera ljósberar þínir og muna að við erum hendur þínar hér í heimi. Allar okkar bænir leggjum við í þínar hendur og segjum saman bænina sem að Jesús gaf okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ég leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Áður en að það er komið af blessunar orðunum, þá vil ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og fyrir þáttökuna í dag. Mér var bent svo góðlátlega áðan að þetta væri eins konar lokamessa hjá mér, ekki alveg, ég á eftir að messa í sumar, en þar verður svona prógramið með öðru sem hætti, svo þetta var í rauninni lokamessan mín með kórnum eins og að leggur sig. Og kæri kór, ég vil þakka ykkur kærlega fyrir önnina, það er búið að vera dásamlegt að fá að þjóna með ykkur, þið eruð einstök. Og ég held að ættum að gefa kórnum gott klapp. Og talandi kórinn, þá eru tónleikar. Það er svo frábært með Danna, hann er að man alltaf svo vel, svo skipur það, svo ungu líka, hinn í gömlu prestur, gömlu, gleym alltaf. Já, það eru tónleikar á 50-daginn og þú vondi kemur líka. Við erum frekar fámenn í kvöld, en fólk er út allt og við erum bara, eins og þú segir, sól og blíða úti og allir í sólbaði. En á 50-daginn verður hérna dúndur tónleikar og ég hveti ykkur að mæta. Það verður kröftugt, þetta verður mikið svona gospel og bara eins og við gerum best og verður með hérna flott sound og þið verður ekki sveikin. Í fyrra mættu 400 manns hérna á tónleikar þegar Stebbi Hilmars var gestur. Árið þar var Samur Lungblad frá Svíþjóð, það var líka Tróðfellkirkja, þannig að bara endilega tryggja ykkur með það á miðix.is. Það kostar ekki mikið inn, það er bara rétt fyrir kostnaði, 3.9 held ég. Þið takið með ykkur svo mikið út. Já, þetta verður við ætlum að taka fullt af undercrowdslögum og Dilja og Pétursdóttir tekur nokkuð lög með okkur. En frábæra, við fengum ekki Vibes-strákana með okkur þetta skiptið, þeir eru svo busy, þeir komist ekki. Ekki þetta. Ég tala reyndar ekki við þá, þannig að það skiptir ekki máli. En hérna Mamma Vibe mætir. Áslaug mamma er alltaf að syngja nokkuð crowdslög og hérna. Hvernig ykkur að mæta? Þannig að þið þurfum að dreifa þess Eurovision-stjörnunum ykkar, þeir eru að safna þeim upp. Já, við erum alltaf með Reki núna, Dilja og svo Vibe. Og ég er svona aðeins á skáveri með í þessu. Hann hefur farið út, fyrir þau sem vissu það ekki. Já. En hérna, þetta er svo 50-daginn. 50-daginn, vonandi sjáum við ykkur sem flest
Nú eftir blessunarorðin þá mun ég labba hér fram með skálina á vatninu og býða ykkur þau sem að vilja koma að fá blessun velkomin. Og á meðan þá við loka sönginn þá eru kórinn með þann örugglega mest viðeigandi lokasöng sem við getum haft á þessum degi og það er auðvitað bara Amen. Þetta orð sem við endum allar okkar bænir á. Í þeirri von og traust að sé ávallt hlustað á okkur. En nú með þau sem eiga auðvelt með að rísa á fætur við þiggjum blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og þá endum við bara með orðunum förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það.